nafni Guðs föður, sonar og heilags anda. Kærleiksríki Guð, þú sem af miskunn og mildi gefur okkur rökkurmjúk haustkvöldin, já svalt haustregnið og sæt ber í mó. Gef að fegurð og litbrigði haustsins, gleði og yndisleiki lífsins alls, minni okkur á elsku þína og nálægð, nú þegar við kveðjum hana Erlu hér í helgidómi þínum. Blessa þú okkur þessa kveðjustund og gefa þau sem hér syrgja finni þann kærleik og huggun sem þú býður og gef þeim styrk fyrir samfélagi við þig og þinn blessaða son Jesú Krist. Við biðjum í hans nafni. Amen. Í Davíðssálmum standa þessi orð. Drottinn, þú rannsakar og þekki mig, hvort sem ég sit eða stend þá veist þú það, þú skynjar hugrenningar mínar álengdar. Hvort sem ég geng eða ligg þá athugar þú það og alla vegu mína gjör þekkir þú. Eigi er það orð á tungu minni að þú, Drottinn, þekkir það eigi til fulls. Þú umlykur mig á bak og brjóst og hönd þína hefur þú lagt á mig. Sú þekking er undursamlegur en svo að ég fái skilið og of háleit ég er henni eigi vaksin. Þótt ég stigi upp í himinin, þá ert þú þar. Þótt ég gerði undirheima að hvílu minni, þá ertu einnig þar. Þótt ég lyfti mér á vængjum morgunroðans og settist við hið ysta haf, einnig þar myndi hönd þín leiða mig og hægri hönd þín halda mér. Þannig hljóðar hið heilaga orð, Guði sé þakkargjörð. En pistilinn ritar postulinn, veriði ávallt glöð í Drottni, ég segi aftur, verið glöð. Ljúflyndi ykkar verði kunnugt öllum mönnum, Drottinn er í nánd, verið ekki hugsjúk neitt, heldur gerið í öllum hlutum, óskir ykkar kunnar Guði með bæn og beiðni og þakkargjörð.
og friður Guðs sem æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu ykkar og hugsanir í Kristi Jesú og Guð friðarins mun vera með ykkur. Þannig hljóðar hið heilaga orð, dýrð sé þér Drottinn. Ég bið ykkur sem það getið og treystið ykkur til að rísa úr sætum og heyra heilagt guðspjall. Jesús segir, hjarta ykkar skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistaverur. Væri ekki svo, hefði ég þá sagt ykkur að ég færi burt að búa ykkur stað. Þegar ég farin burt og hef búið ykkur stað, kem ég aftur og tek ykkur til mín, svo að þér séuð einnig þar sem ég er. Veginn þangað sem ég fer, þekkið þið. Tómas segir við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ég lifi og þér munu lifa. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall, sælir eru þeir sem að heyra Guðs orð og varðveita það. Eftir bjartan daginn kemur nótt.
Kæra fjölskylda og vinir Erlu, ég heilsa ykkur með orðum postulans, náð sé með yður og friður, frá Guði föður vorum og drottni Jesú Kristi. Amen. Sem dropi tindrandi tæki sig út úr regni, hætti við að falla, héldist í loftinu kyrr. Þannig fer unaðsömum augnablikum hins liðna. Þau taka sig út úr tímanum og ljóma, kyrrstæð, meðan hrynur gegnum hjartað, stund eftir stund. Fáar stundir snert okkur jafn sterkt og kveðju eða skilnaða stundir. Fá andartök lifa jafn lengi í minningunni og einmitt þau, þar sem við kveðjum einhvern sem við elskum eða höfum átt náið samfélag við og eigum mikið að þakka. Þá birtast endurminningar okkur fyrir hugskotssjónum eins og perlur á festi og aðrar taka sig út úr og ljóma, líkt og regndropinn í ljóði Hannesar Péturssonar sem voru upphafsorð mín. Það á stundum sem þessari sem við finnum bæði fyrir söknuði og þakklæti, en hvoru tveggja stafar af þeim kærleiksböndum sem við erum bundin þeim sem við kveðjum. Hver og einn á perlur og dropa minningar sem nú leita á hugan og sannarlega margs að minnast og margt að þakka. Margir nutu vináttu og samfélags við hana Erlu og aðrir hér eiga henni líf sitt og tilveru að þakka. Já, líf hennar snerti líf ykkar með ýmsum hætti. Því það svo gott að geta komið saman í þeirri von sem Guð veitir og hvatt í bili, vegna þeirrar fullvissu trúarinnar að við munum hittast á ný. Og á það minna orð og bænir þessara kveðjustundar og ekki bara þessara stundar heldur alltaf og eilíflega loforð Guðs að hann sleppir ekki af okkur hendina. Já, það gott að koma saman og staldra aðeins við nokkur augnablik liðins tíma sem að ljóma, kveðja og þakka. Erla Gerður Pálsdóttir var fædd þann 24. september árið 1941 á Bólstað í Kaldrananeshreppi í Strandasýslu. Foreldrar hennar voru þau Ása Guðríður Loftsdóttir frá Bólstað og Páll Áskelsson frá Kaldrananesi. Erla var elsta barn foreldra sinna en systur hennar eru í aldursröð, Guðríður, Anna Björg sem látin og Guðrún Elísabet. Erla ólst upp á Bólstað fyrstu ár ævinnar en þegar hún var komin nokkuð á legg brugðu foreldrar hennar búi og fluttu til Hólmavíkur. Þar lauk hún skólaskyldunni, en Erla var að þeirri kynslóð þar sem að ekki öllum gafst færi á að slíta basskónum líkt og í dag. 12 ára gömul lagði hún þá á hilluna og fór að vinna. Hún var í vist sumarið en heima vetur og 15 ára fór hún til Akureyrar í vinnu og 16 ára þá lá leið hennar hingað til Ísafjarðar, þar sem hún hafði fengið vinnu sem gangastúlka hér á sjúkrahúsinu og herbergi í risinu fylgdi með starfinu. Erlu hafði reynda staðið til boða að fara í vist til Svíþjóð en kaus sem betur fer að láta heldur reyna á það tækifæri sem bauðst hér á Ísafirði. En það var svo í húsi hér í bæ þar sem að Erla var gestkomandi að hún sá ljósmynd af stórglæsilegum ungum manni, algjörum töffara, dökkhærðum og brúnaþungum. Og hún féll alveg fyrir manninum á myndinni og sagði þá kannski meira í ganni en alvöru að þennan myndarmann ætlaði hún að gera mannsefni sínu. En þetta reyndust áhrýnis orð, því skömmu síðar höfðu tekist kynni með þeim og áður en leið á löngu þá voru þau farin að skjóta saman nefjum. Töffarinn ungi var auðvitað hann Ingvar Anton Antonsson héðan frá Ísafirði. En Erla og Ingi Tóni eins og var kallaður gengu í hjónaband þann 24. desember árið 1961. Erla og Ingi eignuðust 6 börn sem eru í aldursröð. Ragnheiður Ása sem fædd 1960, hennar maður Ketill Elíasson, Ása á 4 börn, 4 barnabörn og 2 barnabarnabörn. Ingibjartur Anton fæddur 1961, hans kona Auður Bjarnadóttir. Þau eiga 3 börn og 3 barnabörn. Hrönn sem fædd 1963, Sædís fædd 1965 og hún á 3 börn og 4 barnabörn.
Páll er fæddur 1969 og hann á eina dóttur og yngst er Gerður Sif fædd 1976 en hennar maður er Viktor Kaldalóns Þórhallsson og Gerður á 2 börn. Erla og Ingi þau hófu sambúð sína á heimili foreldra Inga en fluttu sig svo í lítið leiguhúsnæði og færðu sig set eftir því sem að börnunum fjölgaði. Þar til þau festu kaup á eigin húsnæði en lengst af bjuggu þau á Hlíðagötunni. Erla og Ingi voru mjög samhent hjón og samstíga. Samband þeirra einkenndist af ástríki, umhyggju, virðingu og djúpstæðri vináttu sem var auðsjáanleg öllum sem umgekkst þau. Þeim bar líka gæfa til að varðveita fiðrildinn í maganum og hina kítlandi spennu hveitibrauðsdagana, ekki bara þar til samfylgd þeirra lauk, heldur fram á hinsta dag Erlu. Því eins og hún sagði sjálf í sumar þegar hún handlék myndina af unga töffaranum sem hún varð fyrir 70 árum skotin í, ég fæ alveg sama fiðringinn þegar ég horfa á hann í dag og þegar ég sá hann fyrst. Eins og áður sagði þá starfaði Erla á sjúkrahúsnum tíma, einnig starfaði hún tíma við afgreiðslustörf og við fiskvinnslu. Þá var hún líka nokkur haust á vertíð hér í sláturhúsinu eftir að börnin urðu stálpuð. En fyrst og fremst og síðast þá var Erla húsmóðir og húsfreyja á sínu heimili. Fjölskyldan og heimilið var hennar aðalstarf og hún lagði metnað sinn í að skapa sér fallegt og hlýlegt heimili og vera börnum sínum skjól og stuðningur. Já, og ekki bara þeim heldur líka vinum þeirra sem einnig áttu góða að í Erlu og Inga. Lengst af búskap þeirra Erlu og Inga var Ingi á sjó, á síld og öðrum vertíðum en síðar á togara og var því langtímum fjarri heimilinu. Það kom því í hlut Erlu að annast börn og bú og bera hitann og þungan af rekstri heimilisins og umönnun barnanna. En það fóst henni vel úr hendi því að hún var bæði sjálfstæð, öguð í vinnubrögðum og dugleg. Hún saumaði og prjónaði allt á börnin, sjálfa sig og Inga og í desember heyrðist í saumavélinni langt fram á kvöld þegar aðrir voru gengnir til náða og ein af annarri urðu til nýjar flíkur til jólana. Kjólar í stíl á stelpurnar og buxur og vesti á drengina og svo auðvitað líka nýjar hversdagsflíkur því að allir þurftu að fá nýtt fyrir jólin. Það lá líka stundum ilmur af smákökum enn í loftinu þegar farið var á fætur. Hún var sparsöm og nýtin og lét það duga sem hún hafði úr að moða því að stundum var bið í næstu útborgun hjá Inga. En aldrei skorti börnin neitt, allra síst ást og umhyggju. Erla og Ingi höfðu kannski ekki mikið á milli handana á fyrstu árum sinna sambúðar, frekar en margur annar á þeim árum. En eitt áttu þau nóg af og gáfu börnum sínum ríkulega af og það var tími, samverustundir. Fjölskyldan var númer 1, 2 og 3 og 10. Þegar Ingi var í landi var tíminn nýttur til samverustunda, hvort sem það var útivera, að grípa í spil eða kvöldlesturinn í hjónarúminu með öll börnin. Því hjónin höfðu gaman af því að ferðast og fara í útilegur. Á fyrstu árunum áður en þau eignuðust bíl þá fenguðu bíl að láni til að fara með fjölskylduna í útilegur inn í Álftafjörð eða vestur í Dýrafjörð. Og þegar þau eignuðust sinn eigin bíl þá fjölgaði ferðunum til muna. Útivist og leikir, söngur, sögur, hlátur og gleði einkenna minningarnar frá þessum ferðum. Og síðar fór stórfjölskyldan saman í útilegur þar sem að amma og afi gáfu barnabörnunum ekkert eftir í hlaup í skarðið eða boltaleikjum, en sáu þá alltaf til þess að þau minnstu ættu séns í þau stærri. Fjölskyldu ferðalögin gátu stundum verið skrautleg og það hefur sennilega liðið þeim seint úr minni starfsmönnunum á vélaverkstæði Karls heitins Bentsen á Skagaströnd þegar Erla og Ingi komu þar við á ferðalagi með stationbílinn bilaðan eitt sumarið. Því að þegar viðgerð var lokið og búið var að hlaða farangrinum á toppinn á bílnum og restin í skottið, þá settist Erla í framsætið, 3 börn í aftursætið og svo setti Ingi hinn 2 börnin í skottið ofan á farangurinn. Og Kalli Bentsen hafði orð á því að sér þætti bílinn dálítið vel læstaður. En þannig ferðuðust þau saman fjölskyldan landið, sungu og skráðu niður bókstafina og gömlu landshluta bílnúmerunum BHMKR og gerðu það að keppni sín á milli. Erla helgaði sig alfarið fjölskyldunni, þörfum hennar og velferð,
En hún tók einnig þátt í félagslífi eftir því sem aðstæður leyfðu. Hún starfaði skeið með kvennadeild Slysavarnafélagsins og var í saumaklúbb vinkvenna sem hittust reglulega til að gera sér glaða kvöldstund. Kannski var það einmitt á slíkri kvöldstund sem Gerður Sif svaraði í símann þegar Ingi hringdi að sjónum til að tala við Erlu og litla dýrið þá sennilega ekki sátt við fjarveru móður sinnar svaraði snúðug: mamma aldrei heima þegar þú út á sjó. Svo það glumdi í radíóinu yfir allan flotann. En ekkert gat verið meira fjarri lagi því að Erla var mjög heimakær og naut þess einlæglega að vera heima með börnunum og spila á spil eða bara sitja í ró og sinna handavinnu sinni. Þá sérstaklega sauma út og prjóna en handverk hennar ber henni einstaklega fagurt vitni. Eins naut hún þess að vinna í garðinum sínum og hlúa að blómunum sínum. Hún átti alltaf mikið af fallegum blómum og garðurinn hennar og Inga var bæjarprýði eins og landsmenn fengu að sjá í sjónvarpsþættinum í garðinum með Gurrí. En eftir að börnin voru farin að heiman og Ingi var komin í land aldamótin þá breyttist svolítið takturinn hjá þeim hjónum. Þeim gafst meiri tími til samveru, meiri tími saman í garðinum og til að sinna öðrum sameiginlegum áhugamálum sínum. Þau festu kaup á tjaldvagni og síðar fellihýsi og nutu þess að ferðast saman landið og gleymdu þá stundum tilkynningarskyldunni sem þau brýndu fyrir afkomendunum. Eins höfðu þau oft frumkvæðið því að afkomendurnir kæmu líka með sína aftan í vagna eða tjöld í ferð með þeim og þá lagði stórfjölskyldan sig undir sig heilu tjaldstæðin á landinu. En þeirra aðal sameiginlega áhugamál það var fjölskyldan, sem kannski fyrir vikið einstaklega samheldin og Erla stakk oft upp á því að þau kæmu saman til kvöldverðar. Fiskihlaðborðinn á föstudaginn langa var alltaf tilhlökkunarefni og ekki síður kjúklingurinn á gamlársdag. Já, samverustundir, fylltar sögum og söng og gleði. Þau hjónin leigðu sér líka gjarnan sumarbústað í Svignaskarði á sumrin og buðu þá afkomendunum í heimsókn, nutu þess að hafa barnabörnin í kringum sig og fátt gladdi Erlu jafnmikið og að fá nýjan afkomanda í fangið í fyrsta sinn. Og hún fylgdist með hógværu stolti með þeim öllum, vaksa og dafna. Eftir að Ingi lést árið 2011 þá ákvað Erla að komin væri tími á breytingar. Og rúmu ári síðar þá festi hún kaup á íbúð á Hlíf 1. Og til að bæta betur þá keypti hún í fyrsta sinn á ævinni sér nýja eldhúsinnréttingu. Munað sem hún kannski lét sig dreyma þegar hún rak stórt heimili. En á Hlíf undi Erla hag sínum vel. Hún var alla tíð bæði hraust og lipur og var alltaf sjálfri sér nóg. Enda var hún hógvær og lítillát, glaðlynd og tók þátt en tranaði sér ekki mikið fram. Hún hafði ákveðnar skoðanir en flíkaði þeim ekki og var pólitísk en kunni að fara vel með það. Og brýndi vel fyrir afkomendum sínum að nýta kosningarétt sinn og taka honum ekki sem sjálfsögðum hlut. Hún var gestrisin og góð heim að sækja og sagðist alltaf frekar vilja sitja uppi með afganga eftir veislur og mannamót en að hafa ekki nóg. Aðventan og jólin var líka alveg í sérstöku uppáhaldi hjá Erlu, enda var hún mikið jólabarn. Á aðventinni var það fastur liður hjá henni að gera kransa með dætrum og tengdadætrum og svo voru líka alveg svona sérstakar mæðgnakvöldstundir haldnar á aðventunni þegar einhver þeirra var búin að baka eitthvað af smákökum því þær þarf auðvitað að smakka til með kaffi og Baileys og engum börnum. Erla naut þess líka að skreyta fyrir jólin. Þá tíndi hún alla skrautmunina sína niður og setti í kassa og setti jólaskrautið upp í staðinn og allt var skreytt í hólf og gólf. Og núna síðustu árin, þá var hún farin að hlusta á jólalögin í október. En hún laumaðist til að byrja á því í COVID-inu til að gleðja sig og skiljanlega því að þá leiddist okkur öllum svo lítið. Erla var líka mikil keppnismanneskja og gat sannarlega hlaupið kappi kinn í leikjum og ekki síður þegar hún fylgdist með kappleikjum í sjónvarpinu. Þá birtist önnur hlið á þessari rólundu konu og hún sem var alltaf dagfarsprúð og orðvör gat þá látið leikmenn og dómarana á skjánum heyra vel tvinnaða ADHD orðasamsetningar sem ég ætla ekki að hafa eftir hér. Barnabörnunum til mikillar skemmtunar. En árið 2020 þá greindist Erla með krabbamein og
tók í kjölfarið ákvörðun að fara í þá aðgerð sem að læknarnir mæltu með til að lengja líf hennar og bæta heilsu, en ákvað jafnframt að þiggja hvorki lyfja né geislameðferð því að hún vildi vera við sem besta heilsu og líðan þau ár sem hún ætti eftir, svo hún gæti einlæglega notið lífsins. En smá saman gerðist meinið ágengara og heilsu hennar tók að hraka. Í lok júlí var hún lögð inn á Heilbrigðisstofnun Vestfjarða og vilja aðstandendur koma á framfæri einlægum þökkum til starfsfólksins á Quest, þökkum fyrir þá góðu umönnun sem hún naut en þau kallaði Erla engla í mannsmynd. Já, þökk fyrir góða og hlýja umönnun sem hún var þar aðnjótandi þar til hún lést miðvikudaginn 4. september síðastliðinn. Margs að minnast og vert að muna úr langri og góðri ævi Erlu Gerðar, sem ekki verður allt með orðum tjáð. Minningar hógværa konu og réttsýna, dagfarsprúða og grandvara, minningar konu sem hafði alltaf tíma fyrir afkomendurnar, var þeim stoð og stytta í lífinu, já kletturinn sem hægt var að leita skjóls undir í ágjöfum lífsins. Minningar móður sem var alltaf tilbúin til að rétta hjálparhönd, konu sem beið komu lóunar og dýrðasöngs hennar til marks vorkomuna og kríunar sem kom með sumarið. Ömmu sem var með maskara í útilegum að því hún lagði metnað sín í að vera vel til höfð, minningar ömmu sem átti tærnar, konu sem setti fjölskylduna alltaf í forgang því að fjölskyldan er fjölskyldan. Já, við kveðjum hana hér í dag með þakklæti fyrir allt, með þakklæti fyrir öll hennar ómetanlegu störf, því hún var uppeldis- og umönnunaraðili, hún var kennarinn, hjúkrunarkonan, klæðskerinn, hönnuðurinn, kokkurinn, bakarinn, smiðurinn, fatarhreinsarinn, kjötiðnaðarmaðurinn og ræstitæknirinn. Hún var náms- og starfsráðgjafinn, hún var sálfræðingurinn, hún var handleiðarinn og hún var vaktkonan. En hún var alltaf eyrað sem hlustaði og fangið sem að huggaði. Og hún var á vakt 24 tíma sólarhringsins. Já, hún var eiginkona, móðir, amma og langamma. Og hún hafði ekki lagt niður störf. Þó verkefnunum hefði fækkað, þá var hún nefnilega alltaf á bakvakt, því að þið voruð hennar auður og ríkidæmi. Já, minningarnar eru ótal margar en dýrmætastar eru minningar ykkar, kæru vinir, fjölskyldu hennar og ástvina. Minningar alla hennar ást og umhyggju sem hún veitti ykkur svo ríkulega af og var hennar stóra gjöf til ykkar í lífinu. Guð blessi þann ríkulega fjársjóð ykkar af minningum sem að þið geymið og Guð blessi minningu Erlu Gerðar Pálsdóttur frá Bólstað á Ströndum. Ég flyt ykkur kveðju frá þeim systrum Boggu og Rúnu og einnig Eddu Björgmundar, en þær senda ykkur innilegar samúðarkveðjur og minnast Erlu með þakklæti fyrir góða samfylgd. Erla góða, Erla
Guð Faðir í himnaríki, miskunn að þú oss. Guð sonur og lausnari heimsins, miskunn að þú oss. Drottinn Guð heilagi andi, miskunn að þú oss. Nú lætur þú drottinn þjón þinn í friði fara eins og þú hefur heitið mér. Því að augu mín hafa séð hjálpræði þitt sem þú hefur fyrirbúið í augsýn allra líða. Ljós til opinberunar heiðingjum og til vegsendar líf þínum. Við þökkum þér algóði Guð og eilífi Faðir að við megum koma fram fyrir þig á stundum gleði og hamingju en líka leita til þín eftir huggun þegar sorgin knýr dyra. Heyr bænir okkar nú þegar við felum þér hana Erlu, sem þú hefur kallað til hvíldar hjá þér. Við þökkum þér þá gjöf að hafa verið hluti af lífi hennar og hún okkar. Blessa þú minningarnar Drottin sem að þessi kveðjustund er helguð og gefa þær verði okkur uppspretta gleði og huggunar ókomna tíð. Styrk þau sem hér kveðja og hugga, vertu okkur öllum náðugur og miskunnsamur í lífi og dauða og varðveittu okkur í trúnni á þig. Svo við megum ásamt þeim sem þú hefur þegar kallað til þín, lofa þig og vegsama að eilífu. Amen. Allar bænir okkar sem við ekki komum orðum okkar eða hugsunum að, skulum við fela saman í bæninni sem að Drottinn kenndi og biðja. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldum nautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.
Lofaður sé Guð og Faðir drottins vors Jesú Krist, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt oss til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég er upprisan og lífið. Sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Sáð er dauðlegu en upprís ódauðlegt. Sáð er í veikleika en upprís í styrkleika. Sáð er jarðneskum líkama en upprís andlegur líkami. Veit henni drottin þína eilífu hvíld og lát þitt eilífa ljós lýsa henni, hún hvíli í þínum friði. Amen. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Guði séu þakkir sem gefur okkur sigurinn fyrir drottinn vor, Jesú Krist. Amen.
1, 2, 3, eitthvað svona.